Nú ætlum við að skoða samlagningu og hvernig við setjum samlagningar eða plúsdæmi, dæmi þar sem við erum að leggja saman, hvernig við setjum þau upp á blaði. Það skiptir höfuðmáli að setja dæmin upp snyrtilega. Ég mæli sterklega með því að nota rúðurnar, láta eina tölu fylla upp í eða svona því sem næst heila rúðu og næstu tölu við hliðina í næstu rúðu. Það einfaldar hlutina þegar þið farið að lesa úr þessu. Það skiptir máli í margföldun að láta tölurnar standast á, það er að segja að aftasta talan sé í beinni línu. Skiptir engu máli hvort að þessi tala er 2 tölustafir eða 3 eða 4. Við látum þessa tölu hérna niðri, hvort sem það er 1 tölustafir eða 2, þannig að það standist svona á að aftan. Hér er í raun og veru komma, látum kommurnar standast á. Þegar við reiknum þá byrjum við hérna aftast, við leggjum saman 5 + 4, fáum út úr því 9, ekkert aukalega, svo 2, það er engin tölustafur fyrir neðan 2, svarið sem við fáum er 29. Í næsta dæmi hérna við hliðina, þá leggjum við saman 6 + 9, fáum út úr því 15. En við getum ekki skrifað bara 15 hérna fyrir neðan, við skrifum 5 og geymum 1 hérna fyrir ofan því hann bætist við útkomuna hérna næst, 3 + og hér er ekkert, 3 + 0 eru 3, pluss þessi eini gefur mér 4. 45 er svarið. Nú ætlum ég að skoða aðeins stærri tölur. 3 + 9 eru 12. Þá skrifa ég 2 því að það er talan í einingasætunu, geymi tuginn. Hleyp svo yfir á næsta. 2 + 8 eru 10. Pluss þessi eini gefur mér 11. Alltaf að muna eftir að leggja hann við. Og aftur þarf ég að geyma tuginn. 1 + 7 eru 8. Pluss þessi eini gefur mér 9. Svarið er 912. Þegar ég er með kommu, þá skiptir höfuðmáli að komman standist á. Sjáðu þið hérna. Skiptir engu máli hvað eru margir stafir fyrir aftan kommuna, komman verður að vera á sama stað. Þannig að fyrsta tölustafurinn hér er engin tölustafur, svo 6, þá legg ég saman 0 og 6. Ég fæ út úr því 6. 8 + 7 eru 15. Geymi tuginn eins og áður. 2 + 6 eru 8, pluss þessi eini gefur mér 9. Geymi ekki neitt. 1 + 3 eru 4. Og hvar set ég svo kommuna? Jú, beint fyrir neðan þar sem hún var fyrir ofan. Hún stenst á upp úr og niður úr. Það sem skiptir höfuðmáli í þessu er eins og ég sagði áðan að setja þetta upp skipulega. Það er eitt í sambandi við samlagningu ef ykkur finnst erfiðar eða verra að vera með lengri tölustafinn fyrir neðan eins og við höfum hér, þá megum við í samlagningu snúa þessu við. Við megum setja þessa tölu fyrir ofan og þessa fyrir neðan. Það sem við verðum alltaf að passa er að komman standist á. Það er algjört lykilatriði. En þá er þessum hluta samlagninguna lokið.